sommertruffle or from this region? Þetta er 30 skall. One small. Við verðum að gera risotto þegar við komum í Vervecchio. Truflolíu, balsamik og risotto. Svo ferska truflu með. Conservazione grigie. Hvað, tíminn þig? Eitthvað stöðu að fá maður eldhús. Grazie. Grazie. Smá vatni. Best væri að við vatnum kjúklingasót, þannig að það ekki. Svo bætum við vökvanum jafnóðum í. Setjum við úrrótum. Það setjum við burrata. Vel að parmesanost. Best væri að hann væri ferskur. Svo reynir að fá eitthvað svona ferska truflur. Þeir sem vilja það. Það var ekki að skræla hana? Nei. Svo hún rifin svona bara yfir. Smá pepperinos líka. Truflurisotto alla Islande famiglia. Fannst það hvað? Krabba! Þeir eru lifandi. Hann út! Það er mamma. Halló. Hvað er það að gera kastala? Já, nei, við erum að gera Eiffelturnin í Písa. Eiffelturnin í Písa. Eiffelturnin í Písa? Er það ekki skakkiturnin? Það er svolítið skakkur hjá okkur. Það ekki? Nei, þetta er Eiffelturnin. Já, þetta er alveg svo Eiffel. Hvað er vatnið? Núna! Það hjálpa mér að gera hádegismat. Það voru tómatur. Við erum að skera hann fínt. Þetta er tomato corretto blu. Erum við í Ítalíu eða er það bara ítalska mat? Margar sneðar. Þannig setjum við hann svona á diskinn. En ef við ekki að setja basil. Sjáðu, þetta er ekki falleg. Þetta er bjón. Þetta eru blóm. Þetta heitir basil sem heitir burrata. Það er oftur góður Já. og sætur. Setja yfir. Setja ólíolíu. Þessi er tilbúinn. Næst erum við með parmaskinku. Með honum ætlum við að hafa smá fersk. Svo í bita. Ok, svo setjum við balsamík og edik. Það var líka að setja smá kirsebær og smá jarðarber. Það er girnilegur matur. Hérna á Tristan Ökku erum við með tómat sem er svolítið skrítinn með basil og burrata, parmaskinku með ferskum og basili, ítalskan ost með jarðarberjum og kirsuberjum. Er hátt uppi?
Hvert eru að fara? Stóra lestin eða litla lestin? Hvað varst þú? Ég var litla krabba. Það var að setja balsamík á hann. Nú ætlum við að gera ekta ítalskt pesto. Ólífuolía, parmesan og vegna furunetum. Núna ætlum við að gera gnocchi di pate tricolore með basil og parmesan. Það sem byrjum að gera er að setja vatnið til suðu. Og núna setjum við gnocchi tricolore, sjóðum í 1 mínútu. Gnocchi er ofta skerst úr kartöflum, það er því kartöflupasta. Og veltum við þessu upp úr olíunni. Smá salt. Þessi skáli fyrir afmælisbarninu. 8.27. Skál, gamla kallinum. Ég er í sundi, Hvalasundlaug. Hvað var það? Þú er sundhættur. Það er alltaf lengstu tíminn við grillir að bíða til kartöflum. Við þurfum að gera ítalska kryddmariningu fyrir. Það verður með þessar nautastekur. Það tekur smá tíma fyrir kryddið að komast inn í kjötið. Sumir sagði að andlits mælikvarðinn væri góður. Að nautastekinu er jafn stórt á andlitið á þér. Við erum búin að aðeins merja. Setja svona smá ost inn í hann sem við erum búin að setja í frystinni sem er auðveldari. Ég með brie og parmigiano reggiano. Ég með feitara, svo höfum við þetta. Pipar. Sósan komið inn. Kryddum við hana með sítrónu og kryddjurtum, salt og pipar.
Kólagrillir átt að setjast í miðjunni. Inn blómin á. Skál. Wow! Varst í fossinum? Fish! Hi! Come on! Tungli, taktu mig. Er kallinn í tunglinu? Gabriel, hann er búinn að veiða tvisvar núna og heima það such as Reggio Emilia and Modena. I will show you a map later. You will see exactly where we are and where this cheese is made. It can be made only in this specific place, only with the milk of this area, coming from cows which can only eat food, fodder, hay, grass and cereals of the same area. Cows are milked twice a day, the evening before and the same morning of the process. Large and flat trays that they have already been washed and they are empty. Is adding the whey, the whey is very yellow, it is very acid and with a sharp smell. It has been kept fermenting for 24 hours in very natural conditions. And the level of acidity, it also depends on the acidity of milk or adding into milk. The osmosis takes place naturally and very slowly in a month. So we go inside and in a month for this depth. It's about 4-5 centimeters. That's enough. Is the most productive progress. At the moment there are 360 cheese factories. Now, for example, every week a cheese needs to be dusted and turned upside down. At the moment, the robot, the machine is doing. Hvað í gangi hér? Hættu, mamma! Race, and the pigs are aged 9-10 months, and the weight is around 200 kilos. Only the back legs are used for the production. Portion of prosciutto di Parma that states the month and the year of starting aging, and that is the 4th
almost guarantee that the leg is Parma ham. Selection of weight to decide if the hams and the last machines put a little quantity of dry salt on the, and then after 5 days we take off all the salt and put on new salt until the 18th or 20th, and this helps taste and flavor. So every time possible, usually the better days are in winter and spring because the ham can be sold as a Parma ham. Right? I show you the Ducal Crown of Consortium of Prosciutto di Parma, and this instrument is the only one that we can use to check the quality of hams. This is made from horse bone, from the leg, the shin bone, and this is the only material that keep the flavor, so we can smell it and yes, it is the only way. The smell lasts only a few seconds. Svo hnetur. Hvað sælir hann? Ég ætla að stinga ykkur. Hann er pirraður. Pirraður? Jú, hlemmur út. Smá mammi á hann. Vá, hann er pirraður. Sjáðu hvað hann er pirraður. Skjóttu! Time. You don't understand this one. Hyggilegt. Hvað kallar þetta? Þannig að þú vil gera einfaldan og góðan morgumat. Parmigiano Reggiano, svo við fylgdust með framleiðsluna. Eins og góðir ostagerðarmenn vilja, þá vilja þeir ekki vinna hann í einhverju matvæslu eða fleis, það var brjóta hann í fallega bita. Til þess erum við með svona flotta hníf. Já, flotta mekkinn. Pipar. Smá mjólk til að brjóta upp góða olíuolíu. Brjóta upp mekkinn. Dreifum olíunni vel. Svona litla bita með hnífnum góða.
byrjað að hlaupa og setjum við parmesan bitan okkar í. Morgunmatur höfnir. Riposiamo 3 minuti, ripetiamo la fisica che molti la volevano ballare e poi Yes. Krista, Ertu flöytu? Sjálfsmark. Kíktu bara út. Nei, það er þarna. Er það? Strætóbát. Hvað sagði dúan? Sjá það.
Við erum ekki frá Æsland. Nei. Hvað erum við frá China? Kína. Íslandi. Ok, við erum frá Æsland. Æsland, ég Ísland á ennsku. 8 stamattina. Perché ti dica ha fatto lo scavo in dettaglio. Setjar aldrei stöngina niður. 10 metrar djúpt. Var det gott? Ég kom með ég að sé. Eru læst inni? Pirrandi. Er hann á flót? Very nice.